Já, hann komið hérna Óli. Hvað sæll Óli minn? Já, góðan daginn. Með einhver tæki sem að heilmikið og stórt sem þú settir á andlitið á Guðlón Þrá en það sem fyrir ekki Gissur var mjög spenntur og hann það ennþá, ég sé það. Þetta rosalega sniðugt. Þetta tæki sem var sýnt á UT-messunni 2014. Já. Og síðan hafa þeir hjá Nova verið að sýna þetta öðru hvoru svona gestum og gangandi. Og ég gerði mig bara lítil og ég keypti mér svona tæki. Ég fór á vefinn hérna oculus.com og keypti svona tæki. Þetta svolítið beðið eftir þessu. Hvað þetta? Þetta tæki þannig að ég sjálfur sér ekkert flókið, þetta skjárinn í þessu með 2 linsum, en það sem í rauninni, kannski nýjungin í þessu, það svona gírodrift í þessu, þannig að þú getur séð svona grafík inn í þessu, þannig að þú sérð 360 gráður. Við skulum bara, Gissur, takk gleraugun og headphone-in og sett þetta á hann. Ég prófaði þetta aðeins áðan. Og lýstu svo upplifuninni, þú voru að lýsa upplifuninni í hljóðnemann. Já. Óli, þú voru að færa ljónum hann. Hann sér ekki neitt, sko. Jú, ekki, sér þetta eitthvað? Þetta nú tóm bull, maður. Hvernig þá? Nú bara kringu þig. Þetta minnir mér nú bara á hvernig lífstu sýruskallarnir í gamla daga, hvað þið sáu. Þeir tóku LSD og svona. Hér eru grænar hlíðar og allt. Þú bara komin að litla... Og tré og... Paradís þau, horfðu. Og læti, ég orðinn allt annar staðar. Já, prófa að horfa upp. Horfið til heimis og sérðu trén. Þannig datt nú fiskur niður neður þetta lauf. Það ekki síður skemmtilegt að horfa á Gissur, horfa á þetta. Ég spyr nú bara, hvað græði maður á þessu? Það sem að gerast í þessu að það eru rosalega margir hugbúnaframleiðendur búin að taka við sér og nú til með CCP að framleiða nýjan leik í þetta, það svona stríðsleikur. Já. Þess að þú ert í rauninni bara fyrsta persóna í gameskipi og... Þannig að þú finnst vera bara inn í leiknum, Þú ert algjörlega inn í þessu. Nú svo Google Street View, þeir eru komnir inn í á dilika, þannig að þá ertu farin að labba götuborgar út allan heim inn í þessu umhverfi. Gissur inn í einhverju umhverfi núna? Spennandi það er gríðarlegur trjástofn Já, þú þarft að kíkja þessi kringu þig. Já. Og labbaðu. Svona þetta sérðu hús og þú getur farið inn í húsið. Hvað segir þú? Það segja þú ert velkomin. Við erum að taka mynd af þessu líka og við sýtum út á vefinn. Já, takk það þér. Það er datt hérna ráðan á mig. Ertu bara einn að það, Gissur? Má ég ekki taka það með? Ertu hann að lasin? Hvernig upplifun var þetta? Hún var dálítið merkileg. Já. En ég sé bara ekkert gagnlegt í þetta, sko. Já, sko, nú eru fyrirtæki sem að mynda eins og, hálendi Íslands. Já. Og þar sem það er stilla upp myndavélum, þar sem að þú getur upplifað Ísland í gegnum svona gleru. Þá flýgur yfir, þá horfuru alla hringinn og upp og niður og... Ég hef líka búin að finna vefsíður þar sem að það er verið að taka myndbönd í 360 gráðum þar sem þú getur í rauninni, þú velur sjónarhorn í myndbandinu og þú snýrði á netinu. Ég ætla að skora það að setja vefslóðina á Facebook eftir. Var ég svona aðstæðlegur? Þetta er ekki hægt. Þetta er mjög sérstakt. Og þetta er, að því við þekkjum þessi, hvað ég að segja, myndbandsgleru, eða þar sem þú getur sett á þig gleru, þar sem þú bara með skjáin fyrir framann, þetta er alveg svona 3-4 skrefum lengra. Já, ég er svolítið að upplifa þessa tækni svona ekkert ósvipað því þegar ég upplifði Garmin, GPS-tæki fyrsta skipti, við veitum nú hvernig það hefur þróast. Þetta á kláralegt að þróast í eitthvað rosalegt. Já. Og það eru svo margir að taka við sér í þessu og eina sem að þarf að reyna að gera að þessi ferðartáli sem ég með hérna, hún kannski ekki alveg að keyra þetta nú vel en til þess að fá þetta algjörlega hnökralaust og þá hefur við testað þetta í HP Workstation og svona grafískri vel og þar hefur þetta komið alveg perfekt út eins og maður segir. Þá er hraðin og svona hreyfingarna verða alveg eðlilegar. En gæti maður sem sagt fengið, ég meina, skoðað landslag hér hérna raunverulegt? Raunverulegt, já. Nú er til dæmis Google búin að taka Street View hérna á Íslandi þannig að það er hægt að fara á vissa vefsíðu sem við setjum bara á Facebook eftir og það er hægt að skoða þetta í þessu þrívítar umhverfi og Google Street View verður í þrívítt. Og síðan hef ég prófað hérna í svona almennilegri vél, sko, þessari workstation sem ég talaði þá prófaði ég að fara í rússíbana. Það er að fara í rússíbanin í þessu. Og upplifunin bara... Upplifunin er þannig að þér verður flökur. Já, það. Þú verður svo ruglaður í þessu.
Já, hér. Fyrir þá sem eru viðkvæmir rússubönnum svona yfir höfuð, þá er þetta Býtu, þannig að þetta er bara þannig að þú þarf ekki að fara neitt til þess að fara eitthvað. Ég meina, ég sem verður mér í framtíðinu fólk sem er kannski lasið heima þessu, það getur bara sett þetta upp á hausinu og þú ert bara komið til Spánar og látið sér líða vel. eða einhver fallega út í Karabíska hafinu. Það er einmitt ein hugsunin með eitt fyrirtæki sem ég veit sem er að gera þetta. Það voru þeir að mynda inn í Disney World Já. fyrir krakka sem komast ekki, eða börn sem komast ekki í Einhver hluta vegna. sögum, já. Einhver hluta vegna. En hvað kostar svona græja þá? Þetta kostaði mig hingað heim komið rétt rúmlega 60.000 og það er enginn að selja þetta á Íslandi en það er hægt að, ég fann þetta á bland.is, það eru 2 tæki til sölu í dag. Já, hérna heima. Já. Á þessari Oculus.com, sagður það? Já, oculus.com. En er þetta ekki svo brandar með úrið og ferðartöskunna svo þurft að fylgja úrinu, sko, þess að það voru rafhlöðurnar, þú veist, það er ekki nóg að kaupa svona glerugu, þú verður að kaupa uppfæra tölvuna þín og kaupa eitthvað rándýr á tölvubúna með þessu. Já, þeir mæla með því á vefsínu hjá þeim að vera með bara turni eða alvöru svona bara góða tölvu tengda við þetta. Þegar ferðartölvurnar eru kannski ekki með þetta grafíska kort sem þarf á þetta. En þannig að maður vilji fá þetta svolítið, hafa þetta í bestu mögulegu gæðum og þá verður maður að vera með alvöru vél. Það Óli, kæra þakkir þetta. Tæknin alltaf að þróast. Takk fyrir. Við sitjum þetta á myndband þegar Gissur inn á fjörsbókinu okkar. Ekki spurning. Ekki spurning. Hér eftir smá stund allavega sem að ræðum öryggi í flugi. Hann sest hjá okkur, Jón Þór Þorvaldsson. Hann er varaformaður FÍA, félags íslenskra atvinnuflugmanna. Fréttir og fróðleikur í Bítið á Bylgjunni.